lítið fjárfestingar. Herra, ég held bara að þetta sé komið. Útsendingu núna. Já, bara svona pröfu, við erum að pröfa hvert þetta. Þetta það? Hefur eitthvað fengið eitthvað viðstöð þá? Já. Nei, já. Það er mjög fyrir á. Það er fyrir hlutina. Stopp. Það er númerauglingur þetta. Þetta er í lagi. Við erum í útsendingu núna, sko. Þau ríðum í þessu meðan að Þetta virkar. Ég fyndi svo langt á eftir. Hafsteinn ekki komin í sætið sitt. Er Hafsteinn í sætinu eða ekki? Það er spurning, sko. fórum ekki að slökka til. Eru þið þá tilbúin? Ég býð ykkur velkomin til 692. fundar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og segi fund settan. Á dagskrá eru 15 mál, það er ársreikningur bæjarins og síðan eru það 6 fundargerðir til staðfestingar og 8 fundargerðir til kynningar. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningurinn og áður en við gefum endurskoðandanum Magnúsi Jónssoni orðið þá gef ég Haraldi bæjarstjóra orðið, gjör svo vel. Já, forseti. Við ætlum að hafa aðeins annan hátt á. Við yfirferð á talnaefni og ársreikningi heldur en við höfum haft undanferð ár. Það er að segja að Magnús endurskoðandi frá KPMG mun fara yfir talnaefni ársreikningsins í tengslum við endurskoðunarskýrsluna. Þannig að bæjarstjóri mun ekki gera það eins og hefur verið gert hér á undanförnum. En ég vildi bara rétt fylgja þessu hlaði að rekstur sveitarfélagsins Mosfellsbæjar gekk vel á árinu 2016 og það var töluverður afgangur að rekstrinum. Rekstrarafgangurinn nam um 380 milljónum og er svona það bil nánast helmingi meiri en áætlunin fjárhagsáætlun sagði til og það er í sjálfum sér ánægjulegt að bæjarsjóður sé að skila þessum afgangi þó að það sé sjálfum sér engin sérstakt markmið að það sé gert, en hins vegar stendur sveitarfélagið í mikilli uppbyggingu. Stærsta einstaka framkvæmdin sem við byrjuðum á núna á árinu 2017 er bygging nýs skóla í Helgafellshverfi sem fullbúinn kostaði 3,7 milljarða, þannig að það býður okkar töluvert fjárfestingarverkefni og þess vegna er mikilvægt að bæjarinn sé að sýna ásættanlega afkomu og ég held að megi alveg það sé engar ýkjur að segja að afkoma bæjarins árið 2016 sé ásættanleg og jafnvel rúmlega það. En það er líka rétt að geta þess að veltu fé frá rekstri sem er nú kannski svo tala sem að skiptir mestu máli í afkomu sveitarfélags, það er að segja þeir peningar sem eftir eru á ávísunarreikningnum þegar búið er að greiða allan útlagðan kostnað og taka tillit til reiknara starfa er rúmar 1100 milljónir og það er þá þeir fjármunir sem sveitarfélagi hefur til afborganir á skuldum og til fjárfestinga. Og þessi tala er mun hærri árinu 2016 heldur en árlegar afborganir skulda, þannig að það er ljóst að það eru þarna safnast peningar upp í þar fjárfestingar sem eru fyrirhugaðar og það er gott. En skýringarnar á því að
svona þar að segja að afkoma bæjarins er betri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir fyrst og fremst tvær. Annars vegar það að verðlag hækkaði minna á árinu 2016 heldur en fjárhagsáætlun gerðu ráð fyrir, þar að segja að verðbætur eru þar af leiðandi lægri, reiknaðar verðbætur sem skila sér í betri afkomu, sem og að tekjur af byggingarétti og gatnagerðargjöldum var meiri, sem að eru raun og veru vísbending eða skýring á því hvað er að vera í sveitarfélaginu okkar nú þessar mundir, þar sem það er mikil uppbygging hér í sveitarfélaginu á bæði íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, og þetta skilar sér í bæjarsjóð. En ég vil leggja áherslu á það að hér eru einskiptis tekjur að ræða. Þetta er ekki tekjur sem hægt að ræða mörg ár í röð, og er hins vegar ágætlega til þess fallar að vera til að létta undir þá með þeim fjárfestingum sem sveitarfélagið þarf að ráðast í. Þannig að eins og þú sem ég nefndi hér áðan, og það er vel, en við getum ekki gert ráð fyrir því að við getum selt sömu lóðuna mörgum sinnum, ekki einu sinni tvisvar, heldur bara einu sinni. Þannig að leggja áherslu á það, hér er að ræða einskiptis tekjur og sem að þá nýttar verða í því sambandi. Þannig að ég vildi nú bara koma þessu hlaði með þessum hætti. Mér langaði líka að þakka starfsfólki bæjarins og stjórnendum fyrir vel rekið sveitarfélagi árið 2016. Það er svo sem ekki fyrsta árið sem það hefur verið. Fjárhagsáætlunin hvað varðar reksturinn, hún gengur upp og raun og veru kannski gott betur, til dæmis á fræðslusviðinu er töluverður afgangur, og þannig að það er verið þar svigrúm árið 2016 sem að skila sér í því að það er töluverður afgangur á því sviði, sem og náttúrulega ekki síst að vel er haldið utan fé og ábyrgð þar gætt í hvívetna reksturinn. Það á reyndar við öll sviðin líka. Þó að það sé ekki afgangur af þeim, kannski einhverju liði fara yfir, þá er það liði sem við svo sem ráðum lítið við, til dæmis af fjölskyldusviðinu, og þurfum að takast á við eins og það lítur út á hverjum tíma. En ég vildi fá að þakka starfsmönnum og stjórnendum bæjarins fyrir vel unnið verk við að halda fjárhagsáætlun og reka bæjarfélag árið 2016, og það er mikill auður fyrir sveitarfélagið að hlutina sé gengið með þessum hætti og hugsunarhátturinn sé svona. Ég vildi líka fá að þakka endurskoðendum fyrir að koma saman þessu reikningi, eða endurskoða reikningin og hjálpa til við að koma honum saman, og svo þeim sem að honum hafa staðið, framkvæmdastjórinn Sviða og ekki síst fjármáladeildinni, fjármálastjóra og hans starfsmönnum. Það er heilmikið verkefni að taka saman ásetning svona viðamiklu rekstri eins og Mosfellsbær er, og ég vildi fá að nota tækifærið og færa þeim mínar bestu þakkir fyrir. Ég held að sé þá rétt forseti að biðja endurskoðandann að koma hér og gera grein fyrir endurskoðunarskýrslu, og þar verður farið nánar yfir talnaefni reikningsins. Já, áður en ég geri það, þá ætla ég að fá að taka undir þakkir bæjarstjóra til allra sem að hafa ábyrgð á rekstri bæjarins, og því næst gefa Magnúsi orðið, og við færum hérna aðeins til
Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Hér er lagður fram til fyrri umræðu ársreikningur Mosfellsbæjar og hann hefur verið afgreiddur af bæjarráði og undirritaður af bæjarstjóra í samræmi við sveitarstjórnarlögin. Verður svo tekinn til síðar umræðu, væntanlega á næsta fundi bæjarstjórnar. Hér er til umfjöllunar þá kynning á ársreikningnum sjálfum eins og bæjarstjóri gat og svo skýrsla endurskoðenda sem hér er lögð fram til kynningar og umræðu. Og ég ætlaði kannski að byrja því ég hafið fengið í hendurnar þessi gögn ásamt samstæðu yfirliti og málaflokka yfirliti sem er þarna svona heft í horn. Því að við líka fengið þessi gögn með ítarlegri hætti rafrænt og ef að menn óska eftir þá munum við dreifa þess að við köllum sundurliðuna bók við síðar umræðu ef menn vilja fá þetta á pappír. En öðruleyti liggur þetta fyrir. Ég ætlaði bara að fara yfir svona helstu lið í ársreikningnum svona til að byrja með og taka svo endurskoðunarskýrsluna. Nú kannski fyrst á blaðsíðu 3 er áritun bæjarstjóra, bæjarráðs og bæjarstjórnar. Og það er aðeins breyting sem ég vil vekja athygli á. Sveitarfélagið birtir nú í fyrsta skipti ófjárhagslegar yfirlitum ófjárhagslegar upplýsingar í samræmi við breytingar á ársreikningalögum og það er yfirlýsing stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar. Það er gert í sérstöku fylgiskjali með ársreikningnum sem er aftast í ársreikningnum og uppfyllir þannig sveitarfélagið þær viðbótarkröfur sem koma inn í ársreikningalögin og tengjast einingum sem almannahagsmunaeiningum eða aðilum sem eru með skráða pappíra í Kauphöll Íslands og það þá kemur hér inn. Að öðru leyti er skýrsla áritun bæjarstjórnar óbreytt frá fyrra ári. Síðan er hér aðeins breyting á framsetningu á áritun endurskoðanda. Við birtum ekki áritun okkar við fyrri umræðu enda áritum við raunverulega ekki reikningi fyrir að bæjarstjórn er búin að leggja hann fyrir og því þykir okkur fara betur á því að við birtum þetta bara málsgrein sem segir endurskoðandi sveitarfélags sem muni árita reikninginn við síðar umræðu og samhliða áritun bæjarstjórnar. Og það við fjöllum aðeins betur áritunina í skýrslunni en komi ekkert sérstakt til þá fyrirhuga við að árita reikninginn með hefðbundinni áritun án fyrirvara. Nú, rekstrarreikningurinn er hér á blaðsíðu 6 og þetta er sama framsetning og verið hefur undanfarin ár. Það er að segja að þetta eru þessi 3 dálkar, fyrir þau ykkar sem ekki þekkja. Fyrri 3 eru A-hluta rekstur sveitarfélagsins. Það er að segja sá rekstur sem er rekinn af skattfé og svo er það samantekið rekstur á B-hluta, þar sem B-hlutastofnunir sem hafa sjálfstæða tekjustofna koma inn. Við munum horfa hérna á svona síðari 3 dálkana, samstæðan í heild en svona tökum að hlutan fyrir það sem það á við. Áætlun með viðaukum er þarna til samanburðar annars vegar og svo ársreikningur fyrra árs. Nú, heildar rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2016 námu 9,1 milljarði ríflega, samanborið við 8,2 á fyrra ári, 8.227 milljónir á árinu 2015. En áætlun gerir ráð fyrir tæpum 8,8 milljörðum. Þannig að tekjur eru nokkuð yfir því sem gert það ráð fyrir. Rekstrargjöldin eru samantekin 7,8 milljarðar samkvæmt rauntölum 2016, samanborið við 7,3 ríflega á fyrra ári en áætlun gerir ráð fyrir 7,6 milljörðum í rekstrargjöld. Nú, þetta sundurlegast með þeim hætti að annars vegar tekjurnar eru auðvitað langstærstum hluta útsvar og fasteignaskattar, 5,4 milljarðar liggja þar. Framlög jöfnunarsjóðs eru þannig upp á 1467 milljónir og svo aðrar tekjur sem eru þá bæði þjónustutekjur og svo tekjur B-hlutafyrirtækjanna, veitufyrirtækja og annarra, þannig upp á 2,2 milljarða. Á gjaldahliðinni þá greinast rekstrargjöldin þannig að stærsti hlutin eru laun og tengd gjöld upp á 3,9 milljarða
voru 3.766 milljónir árið 2015 en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir ríflega 4 milljarða launakostnaði þannig að rauntölur 2016 eru undir því sem að áætlun gerði ráð fyrir varðandi laun og tengd gjöld. Við sýnum svo lífeyrisskuldbindinguna sérstaklega, drögum hana út og það er breyting frá fyrra ári. Okkur ber að gera það samkvæmt uppfærðum regluverki, þannig hún er dregin þarna úr og breytingin á lífeyrisskuldbindingunum sem færist þá til hækkunar á skuldinni meðal skulda eru 224 milljónir og það er nokkuð yfir því sem áætlunin gerði ráð fyrir og nokkuð yfir fyrra ári líka. Það skýrist að stærstum hluta af launabreytingum. Skuldbindingarnar er að hækka ríflega 10% á milli ára og þá breyttust lífslíkur 1,5% og þetta hefur áhrif á þróun skuldbindingarinnar. Annar rekstrarkostnaður eru þarna 3.640 milljónir samanborið við rétt rúma 3,4 á fyrra ári og 3.463 samkvæmt áætlun. Rekstrarniðurstaðan, þar að segja framlegðin út úr þessum rekstri á árinu 2016 eru þá 1.313 milljónir eða 1.314 tæplega samanborið við 1.161 samkvæmt áætlun og 900 milljónir ríflega á árinu 2015. Þannig að það er umtalsverður bati á milli ára. Nú að teknum tilliti til afskrifta sem að nema 336 milljónum, þá er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði upp á 977. Fjármagnsgjöld eru umfram fjármálatekjur sem nemur 567 milljónum. Það er nokkuð undir áætlun sem gerði ráð fyrir 603 og skýrist það að verðlagsþróun. Hún hefur verið hagfelldari en að gert var ráð fyrir í forsendum fjárhagsáætlunar. Og svo er tekjuskattur reiknaður vegna hitaveitu og fasteignafélagsins Lækjarhlíðar upp á 30 milljónir ríflega. Þannig að saman tekin rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins eru þarna 380 milljónir. Sambærileg fjárhæð á fyrra árið 27 og áætlunin gerði ráð fyrir 192 milljónir. Ef við horfum einvörðingu til A-hlutans, þá er rekstrarniðurstaðan 243. A-hlutin var reikinn með halla á árinu 2015 og áætlunin gerði ráð fyrir 84 milljóna króna í ákveðri rekstrarniðurstöðu. Þannig að þar er viðsnúningurinn meiri raunverulega. Nú, efnahagsreikningurinn er svo sem ekki miklar breytingar þar. Hann er auðvitað settur fram með sambærilegum hætti. Þetta er engar áætlunartölur, heldur einvörðingu rauntölur 2016 og samanburður við fyrra ár. Hann er skipt í 2 kafla, annars vegar fastafjármunir og hins vegar veltufjármunir og lungin af eignum sveitarfélagsins liggja í langtíma eignum, þar að segja fastafjármunum, annars vegar í varanlegu rekstrarfjármunum, lóðum, fasteignum, gatnakerfum og veitukerfum upp á 13 milljarða 424 milljónir og hækkar ríflega 200 milljónir á milli ára. Og svo hins vegar áhættufjármunum og langtímakröfum sem eru þarna upp á 1151 og það er langstærsti hlutinn langtímakrafa á ríkissjóð vegna hjúkrunarheimilisins. Samtals eru þetta 14 milljarðar 583 milljónir og svo eru það veltufjármunir, það er að segja það sem við teljum að muni innheimtast á næstu 12 mánuðum. Samtals upp á 1334 milljónir tæpar. Og þar eru stærstu liðirnir ónýttar skatttekjur sem að nema 533 milljónum í árslok og svo aðrar skammtímakröfur sem nema þarna 676. Næstársaðborganir langtímakrafna eru þarna upp á 43 milljónir og eins og ég sagði áðan þá er það krafa á ríki vegna hjúkrunarheimilisins og svo eru þarna jafnframt gatnabréf sem eru tilkomin vegna gatnagerðargjalda sem er að hækka líka nokkuð á milli ára. Handbært í árslok 77 milljónir. Eignir samtals upp á tæpa 16 milljarða, 15 milljarða 917 milljónir. Nú, eigið fé og skuldir, eigið fé sveitarfélagsins eru raunverulega bókfært virði eigna umfram bókfært virði skulda er þarna 4,7 milljarðar tæplega. 4.681 milljón og hækkar á milli ára úr 4,1 ríflega
skýrist af afkomu ársins, hún færist yfir eigið fé og endurmat lóða sem að jafnframt fært beint á eiginfjárreikninginn og til hækkun á lóðum í meðal eigna, nánar skýrt í endurskoðunarskýrslu. Nú, skuldum sveitarfélagsins er þrískipt, það er að segja að það eru skuldbindingar, langtímaskuldir og skammtímaskuldir. Skuldbindingar eru dregnar sérstaklega út og gert grein fyrir þeim þátt í sérkafla, þar sem að það er bæði óvissa hvenær það komið til greiðslu og hver endalegur höfuðstóll verður. Það er ræðst að þáttum í framtíð og þar er langstærsti hlutin og raunverulega einvörðungu lífeyrisskuldbinding í árslok. Hún nemur 1446 milljónum og það er þá áætlað skuldbinding í árslok 2016. Nú langtímaskuldirnar, það er að segja sá hluti skulda sem kemur til greiðslu 2018 þá og síðar, eru þá skuldir við lánastofnanir, svona hefðbundnar skuldir við lánastofnanir upp á 7,8 milljarða og svo leiguskuldir vegna eigna sem að sveitarfélagið hefur leigt til sín til lengri tíma en 3 ára sem að færðar eru upp á 174 milljónir. Þannig að saman tekin þessi langtíma hluti, það er 8 milljarðar. Nú, skammtíma hlutin, það sem gert ráð fyrir að koma til greiðslu á árinu 2017, er þá 1800 milljónir og greinist þannig að næsta árs afborganir langtímaskulda eru upp á 736, næsta árs afborganir leiguskulda upp á 24 og svo eru aðrar skammtímaskuldir sem eru þá lánardrottnar og ógreiddur kostnaðar í árslok, launatengd gjöld og annað sem upp á ríflega 1 milljarð. Þannig að skuldir og skuldbindingar upp á 11 milljarða 236 milljónir og eigið fé og skuldir samtals upp á tæpa 16 milljarða. Nú, kannski bara aðeins snöggt varðandi sjóstreymisyfirlitið, bæjarstjóri nefndi auðvitað þessa lykiltölur sem er veltufé frá rekstri sem þið sjáið þarna neðst í efsta kaflanum. 1109 milljónir sem að raunverulega rekstur sveitarfélagsins er að skila þegar búið að greiða allan rekstrarkostnað og greiða vexti. Samanborið við 688 milljónir á fyrra ári og áætlun gerði ráð fyrir 870 milljónum. Þannig að sveigurrúmið sem að þá sveitarfélagið hefur til afborgana lána og fjárfestinga eftir atvikum er þá að aukast á milli ára sem þessu nemur. Þetta er svona að okkar mati algjör lykilstærð í rekstrinum. Nú við gerum svo grein fyrir eða gerum regulerum fyrir rekstrartengdum eignum og skuldum, það er að segja hvernig kröfur og skammtíma liðir er að þróast. Þeir eru neikvæðir 180 milljónir, þannig að handbært fé frá rekstri eru 931 milljón og það er raunverulega það handbæra fé sem sveitarfélagið hefur þá í árslok eða er að myndast yfir árið til fjárfestinga og fjármögnunar. Nú fjárfestingarhreyfingarnar eru saman tekið 437 milljónir, það er að segja fjárfestingar umfram sölu eigna. Fjárfestingi varanlegum rekstrarfjármunum er upp á 425. Það eru seldar eignir upp á 8 milljónir og svo eru breytingar á langtíma kröfum sem eru þá að mestu hluta gatnabréf og afborganir ríkisins af sínu skuldabréfi gagnvart sveitarfélaginu upp á 20 milljónir. Nú fjármögnunarhreyfingarnar fyrirgefiði, þær eru samtals upp á 433 milljónir, það er að segja neikvæð fjárhag, greiðslur umfram lántökur. Það er borgaður niður yfirdráttarlán eða skammtímaskuld við lánastofnunir þannig upp á 471 milljón. Það er greitt af langtímalánum upp á 762 og það er tekin ný langtímalán upp á 800 milljónir á árinu 2016. Þetta saman tekið gerir það að verkum að handbæra féð hækkar tæpar 60 milljónir á árinu 2016. Það var 17,6 milljónir í ársbyrjun og eru þar alveg 77,3 milljónir í árslok. Nú svo eru hér hefðbundnar skýringar sem á eftir fylgja og það er nú gert grein fyrir mörgu af þeim í endurskoðunarskýrslunni, þannig að ég ætla svo sem ekki að fara yfir þær djúpt og svo eru hér jafnframt lykiltölur eins og sveitarstjórnarlögin mæla fyrir Það eru setta fram yfirlit yfir rekstur bæði af A og B hluta niður á 5 ár, þarna blaðsíðum 25 og 6 og síðar, bæði per íbúa og í hlutfalli við rekstrartekjur. Þannig að þetta sett fram til bara eins og lög gera ráð fyrir. Við fjöllum líka rekstur A og B hlutans niður á málaflokka í þarna á blaðsíðu 30 og
og síðan þetta yfirlit sem ég vísaði til í upphafi sem gert grein fyrir í skýrslu stjórnenda, bæjarstjórnar og bæjarráðs, bæjarstjóra, hér aftast á blaðsíðu 36. En að öðru leyti þá liggur reikningunni bara frammi til fyrrumræðu og verður væntanlega afgreiddur með því að verða vísað til síðar síðan það endurskoðunarskýrslan og endurskoðendum ber samkvæmt endurskoðunarstöðlum og sveitarstjórnarlögum að gera bæjarstjórn eða stjórnendum grein fyrir vinnu sinni í sérstakri skýrslu og við gerum það hér með í þessari endurskoðunarskýrslu. Hún lögð fram til kynningar hér við fyrirumræðu. Henni beint til bæjarstjórnar og þeir sem glöggir lesendur sjá að það er lítið breytt framsetning á henni frá fyrri árum. Það er að segja hún eiginlega tvískipt getum við sagt. Hún er meira svona endurskoðunar miðuð svona fyrir hlutin af henni en síðan í seinni hlutanum eru svona greining á fjárhagsuppsýningum samanburði við áætlanir, bæði upphaflega og áætlun með viðaukum og svo töflur og myndir sem að sýna rauntölur og svo eins og þær áætlanir sem að sveitarfélagið hefur samþykkt til næstu 4 ára, til ársins 2020. En skýrslunni er ætlað það hlutverk að vera svona til fyllingar okkar vinnu, gera grein fyrir þeim ábendingum eða við á og svona skýra kannski nánar ákveðna liði. Henn er og henn er svo sem ekki ætlaður annar tilgangur en þessi. Nú, við sjáum hér á blaðsíðu 4 og ég kannski fer nú hratt yfir sögu hér svona til að byrja með, aðeins bara varðandi svona okkar nálgun í þessu. Við leggjum auðvitað áherslu á það að eiga góð og gagnkvæm samskipti við stjórnendur innan hús, bæjarstjórn og bæjarráð. Við upplýsum breytingar, samanber breytingar á ársreikningalögum og annað tímalega. Við erum með ábendingar í skýrsluformi eins og þið þekkið og við höfum rætt á þessum fundum. Þar sem að við komum ábendingum á framfæri varðandi það sem okkur finnst betur með að fara. En ef einhver athugasemdir eru til staðar þá koma þær fram í þessari skýrslu. Það er svona okkar nálgun á þessu. Við nefnum þarna mikilvægismörk sem við svona erum að vekja athygli lesenda á að samkvæmt endurskoðunarstöðlum þá nálgumst við okkar vinnu út frá ákveðnum mikilvægismörkum. Það er að segja svona gögn verða aldrei 100% rétt. Þannig að við nálgumst þetta þannig að ásættanleg skekki eins og það er kallað í endurskoðunarstöðlunum nemur þarna 85 milljónum og er reiknuð út frá heildarefnahag sveitarfélagsins sem eru 16 milljarðar ef ég man þá tölur rétt. Þannig að það er einhverlega þannig að við teljum að svona upplýstu lesandi mun ekki breyta ákvörðunartöku þó að það reyndist vera skekkja í reikningnum upp á þessa fjárhæð í reikningsskilunum í heild. Að því sögðu þá getum við upplýst að það er engar skekkjur sem við vitum en þetta er svona þannig að menn svona séu svona aðeins að upplýsa menn hvernig þetta er hugsað og hvernig nálgunin er þessu. Og helstu niðurstöður eru svo dregnar fram hér á blaðsíðu 5. Það er að segja að við gerum grein fyrir þessum mikilvægismörkum sem eru reiknuð sem 1% af heildareignum. Nú við greinum frá skekkju í einstökum liðum ef að þær fara yfir 4 milljónir. Við tökum þetta fram að það séu engir óleiðréttir mismunir sem koma fram í okkar vinnu. Það þýðir það raunverulega allt sem hefur komið upp hefur bara einfaldlega verið leiðrétt. Ef að það væri ekki þá myndum við safna því saman og upplýsa bæjarstjórnum þá mismuni og hvaða áhrif þeir hefðu mögulega á ársreikninginn. En það er ekkert slíkt. Við nefnum svona veikleika innra eftirliti. Það er engar athugasemdir varðandi það en eins og undanfarin ár þá höfum við gert grein fyrir svona ábendingum til stjórnenda varðandi það sem betum að fara, varðandi verklag, afstemmingar, starfa, argreining og annað sem sem lýtur að fjármálasviðinu. Við tiltökum þarna óafgreidd mál og það er auðvitað þannig að umhverfi sveitarfélaga með þeim hætti að ásetningurinn er tekin til 2 umræðna og það veldur oft ákveðnum svona ruglingi. Það er að segja honum er vísað áfram hér í dag og svo getur liðið tæknilega tiltölulega langur tími þangað til hann er áritaður og raunverulega formlega lagður fram og afgreiddur. Þannig að það er raunverulega þá óafgreitt að árita reikninginn bæði að bæjarstjórn og endurskoðanda og staðfestingarbréf stjórnenda sem er afgreitt samhliða síðarumræðum er þá jafnframt óafgreitt og þetta er bara með hefðbundnu sniði eins og þetta er bara í þessum geira.
Og svo eru það áherslur í endurskoðun og það eru þá þeir punktar sem að hér á eftir fylgja. Við viljum aðeins hérna á blaðsíðu 6 gera ykkur grein fyrir breyttri áritun endurskoðanda, það er að segja sú áritun sem við fyrirhugum að árita sveitarfélagið með. Það urðu breytingar á endurskoðunarstöðlunum, alþjóðlegu endurskoðunarstöðlunum sem okkur ber að hlíta hér á Íslandi. Fyrsta lagi voru breytingarnar meiri hvað varðar aðila sem eru með skráða pappíra eða skráð skuldabréf eða hlutabréf í kauphöllum. Það á við Mosfellsbæ og þar ber okkur ef að við á að upplýsa lykil þætti í endurskoðun ef einhverjir slíkir eru. Og það eru þá þættir sem að þarnast sérstaklega athygli eða eru ræddir sérstaklega við stjórnendur. Og á árinu 2016 þá er það okkur mati engin slíkur líkir þáttur, þannig að áritunin er að því leyti til óbreytt á milli ára. Nú, okkur ber að lesa sérstaklega yfir ársskýrslu ef hún er gefin út og þá upplýsa stjórnendur ef að ósamræmi á milli ársskýrslna og ásetnings. Og þetta er auðvitað eitthvað sem er svona meira viðeigandi á almenna markaðnum, þar sem er ofta að gefa út mjög ítarlegar ársskýrslur með alls kyns upplýsingum sem að erfitt fyrir lesandan að greina á milli hvað eru raunverulega endurskoðaðar upplýsingar og hvað eru upplýsingar sem að stjórnendur eru að leggja fyrir. Og þetta er auðvitað bara svona almennt. Og svo er svona talsverðar breytingar á umfjöllun ábyrgð stjórnenda annars vegar og ábyrgð endurskoðanda hins vegar. En það er engar breytingar á vinnunni sem slíkri, algjörlega sama regluverki þar og álitið er algjörlega óbreytt, það er bara fyrirvaralaust álit á reikningum. Nú, við birtum svo hér í skýrslunni áritunina eins og við fyrirhugum að setja hana fram, þannig að bæjarstjórn sé upplýst það, komi ekkert til sem ég tel nú ólíklegt og þá verður ásetningurinn áritaður með fyrirvaralausri áritun við síðar umræðu. Þannig ég ætla ekki að fara djúpt í þetta. Svo koma hér bara þessi atriði sem við segjum að séu áherslur í endurskoðun og eins og ég nefndi áðan þá er þetta kannski svolítið endurskoðunar miðuð skýrsla svona framan af. Það er að segja að þetta er auðvitað svona tæknilegs eðlis. Okkur ber skylda til að leggja áherslu á ákveðna liði og það er þá almenns eðlis, það er að segja að það er ekki gert af einhver ákveðnum ástæðum hjá hverjum aðallega fyrir sig. Þannig að okkur ber að leggja áherslu á skoðun á innra eftirliti og fjárhagskerfum og það gerum við. Eins og ég nefndi þá skilum við stjórnendum sérstaklega skýrslu varðandi það með ábendingum okkar, en það er engir sem við köllum verulegi veikleikar sem að við gerum athugasemdir við og setjum fram í þessari skýrslu. Þannig að það er svona hefðbundið frá fyrri árum. Þessi mál eru bara í farvegi og vinnslu hér innanhús og þetta er bara fylgt eftir með þeim hætti. Nú okkur ber líka skylda til þess að skoða sérstaklega mögulega sniðgöngu stjórnenda og eftirlitsþáttum og það er einfaldlega bara vegna þess að stjórnendur eru í þannig stöðu að þeir hafa bæði oft aðstöðu til þess að eiga við fjárhagsfærslur og þar alveg endi geta breytt reynskilunum og það er svona ber okkur skylda til þess að fjalla sérstaklega það. Við höfum framkvæmt þær aðgerðir og það er engar vísbendingar varðandi slíkt hjá Mosfellsbæ árinu 2016. Þannig að þetta eru svona þessar skyldu aðgerðir og skyldu umfjöllun okkar. Þriðji liðurinn í því eru stjórnsýsluskoðunin sem okkur ber að framkvæma samkvæmt sveitarstjórnarlögum og höfum gert það. Við erum með ábendingar þar varðandi svona ákveðin mál sem snúa gjaldskrám, birtingu, gjaldskrár, framkvæmd viðauka, það er að segja hvernig þeir eru bókaðir og settir fram og svo framvegis, en ekki þess eðlis að við séum að gera athugasemdir við verklagið, heldur ábendingar svona hvað mætti betur fara og það er eitthvað sem er bara unnið að á árinu 2017. Nú, svo eru þessi svona stærstu liðir sem við fjöllum og byrjum kannski hér á varanlegu rekstrarfjármunum eins og ég nefndi sem er langstærsti hluti ásetningsins. 85% af öllum eignum liggur í varanlegum rekstrarfjármunum. Þeir nema 13,5 milljarði tæpum á árslok 2016. Gjaldfærð afskrift ársins nam 336 eins og ég nefndi áðan og það er óveruleg sala þarna upp á 8 milljónir á eignum. Við nefnum þetta sérstaklega verk í vinnslu því að eins og þið þekkið þá er sveitarfélagið auðvitað með mikið af gatnamannvirkjum í vinnslu, hverfi sem eru opin en hefur ekki verið lokið við og þeir eru þar af leiðandi færð eins og þau hafa ekki verið tekin í notkun
og eru þar alveg ekki að taka fyrningu eins og aðrar eignir sem eru komnar í nýtingu. Og við förum auðvitað vel yfir þetta í okkar vinnu og svona leggjum áherslu á það að það sé svona lagt mat á það hverju sinni, hvenær þessi hverfi teljast tilbúin, hvort að það mögulega einhver niðurfærsluþörf varðandi þau, það að segja á einhverjum ástæðum þau mun ekki nýtast sveitarfélaginu og svona hvernig framvinda og áætlulok framkvæmd og þetta vinna sem búið að vinna núna fram til loka 2016 en auðvitað við beinum því bara til manna að það sé vel haldið utan þetta í framvegis. Nú leigðar eignir eru þarna, það eru eins og ég nefndi áðan eignir sem að sveitarfélagið hefur leigt til sín til lengri tíma en 30 ára, þá ber okkur að færa upp eign og skuld eins og bara þær hafi verið keyptar í raunverulega og það gert í samræmi við regluverkið. Og svo þetta endurmat á lóðum sem ég nefndi sem færist beint á eiginfjárreikninginn og hækkar eigið fé og mótbókað bara meðal eigna undir lóður og lendur. Það sú hækkun nemur 154 milljónum á árinu 2016. Og þetta skýrist af því að tekjur af þessum lóðaleigu tekjur að aukast að núvirði meira en 5%. Þetta nú svolítið tæknilegt en þetta í samræmi við regluverkið og okkur ber að færa þetta upp þegar svo er háttað. Nú, við fjöllum svo eignarhluti í félögum og stofnframlög og það svo sem ekkert miklir breytingar þar á, 250 milljónir tæpar eru þessi stofnframlög og eignarhlutir. Stærstu hlutin eignarhlutir í lánasjóði sveitarfélaga, annars vegar upp á 132 milljónir og svo stofnframlag í byggðasamlagi slökkviliðs höfuðborgarsvæðis upp á 64. Við erum búin að fara yfir niðurfærsluþörf og mat á raunvirði þessar eignarhluta þannig að þeir eiga að standa fyrir sínu og svo höldum við þarna inni þessari svona almennu ábendingu frá fyrra ári varðandi svona heimildir stjórna byggðasamlaga til að skuldbinda þau með lántökum og þið þekkið umræðuna varðandi það frá fyrra ári þannig að því svona til haga haldið. Langtímakröfurnar sem ég nefndi upp á 939 milljónir eru annars vegar gagnvart ríkisvaldinu út af hjúkrunarheimili upp á 764 og svo eru langtímakröfur vegna gatnagerðargjalda þarna upp á tæpar 150 milljónir í árslok. Nú aðeins varðandi tekjuskatt, hann svo sem ekki stór fjárhæð 13 milljónir í árslok en þetta lýtur að skatteign hjá hitaveitu Mosfellsbæjar, hún á inni skatteign sem við getum nýtt á móti skattgreiðslum í framtíð og við metum það samtals á 13 milljónir í árslok. Reiknaður tekjuskattur veitunnar nam 37 milljónum á árinu 2016 og þar af eru 22 sem að veitan þarf að greiða í tekjuskatt. Mismunurinn þá breyting á þessari skatteign, hún lækkar þá 15 milljónir. Tekjuskattshlutfall veitunar 36%. Við höfum svona verið að beina því til sveitarstjórnarmanna og sveitarfélaga að það auðvitað ákveðið ósamræmi á milli sveitarfélaga varðandi hvernig afkoma orkufyrirtækja eða hitaveitna og rafmagnsveitna þar sem það á við skattlað. Það þekkist að þessi rekstur sé í einkahlutafélagaformi og þá greiða þessir aðrar 20% tekjuskatt og meðan önnur sveitarfélög sem að reka þetta sem B-hlutastofnanir greiða 36% og við höfum svona verið að vekja athygli sveitarstjórnarmanna á þessu svona ósamræmi sem getur auðvitað á þegar menn eru farnir að borga tekjuskatt þá getur auðvitað valdið því að það er svona að mismunandi greiðsluáhrif inn í þessum stofnunum. Þannig að við tökum það hér fram. Nú, við fjöllum óinnheimtar skatttekjur, þar að segja okkur ber að sýna kröfur í árslok annars vegar óinnheimtar skatttekjur sem eru þá óinnheimtar fasteignaskattar og þá staðgreiðsla og eftirlagt útsvar og svo hins vegar aðrar skammtímakröfur sem eru þá vegna þjónustugjalda sem A-hluti að innheimta og þá tekna B-hlutans, veitu tekjur og annað. Óinnheimtar skatttekjur í árslok námu 533 milljónum. Útsvar á fasteignaskattar sem við nefndum áðan eru 5 milljarðar og 430 milljónir, hækkað þetta tæp 13% á milli ára. Þarna í þessum 533 milljónum sem krafan stendur í árslok, þá búið að taka tillit til niðurfærslu, það að segja að það eru
ríflega 380 milljónir sem á niðurfærslureikningi vegna skatttekna og það að langstærstum hluta vegna eftirágreiðslu á útsvari. Það að segja, við erum að meta það mjög, eða stjórnendur meta það tiltölulega hóflega. Það að segja að þetta iðulega áætlanir sem að gufa þó upp við álagningu eða þegar það gögn skila sér eða þetta eru einfallega kröfur sem að lítið hald í. Þannig að þessi niðurfærslureikningur nemur ríflega 40% af heildar kröfusafninu. Hins vegar eru þetta lungin af þessum kröfum bara staðgreiðsla vegna desemberbónaðar sem innheimtast í ársbyrjun 2017, þannig að það svona það sem að krafan stendur fyrir. Aðra skammtímakröfur eru þarna upp á 676 milljónir og hækka nokkuð á milli ára voru 451 á fyrra ári. Það skýrist að fyrirframgreiddum framlögum meðal annars og svo byggingarétti sem verið að selja og óinnheimtur hins vegar. Skuldir við lánastofnanir, það auðvitað verulegur liður í rekstri sveitarfélagsins. 8,5 milljarður ríflega, 8,552 milljónir námu skuldir á B-hluta við lánastofnanir í árslok og skiptast í langtímalán upp á 7,8 milljarða og svo næsta árs afborganir upp á 737 milljónir. Lánasafn sveitarfélagsins tvískipt, það að segja langstærsti hluti þess eru verðtryggð lán í íslenskum krónum sem að bera vexti á bilinu 1% til ríflega 6% og svo þetta 7% sem þá óverðtryggð lán sem að bera 6,7% vexti. Eins og við nefndum þá voru áhrif verðlags svona hófleg, getum við sagt, á árinu 2016, 2,1% og verðbólgu áhrif á höfuðstól lána 133 milljónir og það verður að teljast bara nokkuð vel sloppið, getum við sagt. Næsta árs afborganirnar eins og ég nefndi 737 milljónir og þá átt að setja það í samhengi við það veltufé sem að reksturinn að skila sem við nefndum áðan sem eru ríflega 1100 milljónir. Þannig hann stendur, þeir fjármunir sem að reksturinn skapar, þeir standa vel undir greiðslubyrði langtímalána. Eins og þið þekkið þá eru í útboðsskilmálum ákveðna skuldabréfaflokkar sem sveitarfélagið hefur gefið út lánafyrirvarar eða skilyrði sem að því ber að lúta og snúa að fjárhagslegum viðmiðum sveitarstjórnarlaga en í árslok 2016 þá uppfyllir sveitarfélagið öll þessi skilyrði. Þannig að það sé sagt. Á blaðsíðu 16 eru leiguskuldir tilgreindar sérstaklega. Þær eru auðvitað ekki stór fjárhæð í öllu samhenginu, 200 milljónir tæpar, en þetta eru leigusamningar sem að sveitarfélagið með varðandi 2 fasteignir. Eða eina fasteign, 2 leigusamningar varðandi Þverholt 2 sem eru settir fram sem leiguskuld og raunverulega borgast að þeim bara svo hverju eru skuldabréfi með leigugreiðslum hvers árs. Lífeyrisskuldbinding, við fjöllum B-deildar lífeyrisskuldbindinguna hér og eins og ég nefndi hún tæpir 1500 milljónir, hækkar samtals 173 milljónir fyrirgefiði. Annars vegar þetta heildarhækkun upp á 224 og svo greitt af lífeyrisskuldbindingu, það að segja greitt til lífeyrisþega upp á 51 miljón. Tryggingastarfsfræðingur fer auðvitað yfir þetta og metur og leggur fyrir okkur þessi gögn og þau eru svo bara skoðuð í því ljósi. Aðra skammtímaskuldir eru þarna ríflega milljarður, samanborið við ríflega 900 milljónir á fyrra ári og skýrist annars vegar af bara ógreiddu kostnaði eignarsjóðs í árslok. Það eru bara meiri umsvif í gangi í árslok 2016 og svo hefur áfallið orlof að hækka meðal annars vegna bara hækkunar á launum og það hefur líka áhrif þarna inn. Við fjöllum hérna sérstaklega mál sem svo sem að koma bara upp þessa dagana getum við sagt, eða allavega svona taka á sig einhverja skýrari mynd og okkur þykir rétt svona að hafa umfjöllun það í okkar skýrslu og það í ásetningnum textaskýring svona sem tekur aðeins á málinu, menn hafið þetta ekki neinar upplýsingar endalega fjárhæðir, þetta uppgjör lífeyrisskuldbindinga A-deildar Brúar lífeyrissjóðs sem að verið að boða og raunverulega búið að semja að hluta og ákvarða með lögum sem samþykkt voru í árslok 2016
og það hefur auðvitað ekki verið færð upp neinn skuldbinding í bókum sveitarfélaganna vegna þessarar skuldbindingar af því að reglan er eiginlega svo að þeim ber að mæta með mótframlögum launagreiðenda á hverjum tíma. Sjóðurinn er bara tryggður með þeim hætti að mótframlög launagreiðenda eiga bara að hækka þannig að það dekki í framtíðar skuldbindingar. Nú hins vegar svona áform upp um að jafna þetta og því er verið að boða eða reyna að ná utan það ef að sveitarfélagið myndi bara taka á sig sinn hlut með einhvers konar hætti núna og stefnt á að þetta klárist í maímánuði og okkur þykir rétt að svona upplýsa almennt þetta í skýrslunni. Þannig að það er gert hér með og jafnframt sett inn í skýringu með ásetningi og þetta er svona gert með samræmdum hætti hjá þeim sveitarfélögum þar sem við erum að endurskoða. Nú við fjöllum svo bara stuttlega um rekstrarreikninginn og ég ætla nú ekki að dvelja við það. Svona þær aðgerðir sem við beitum með endurskoðun okkar og svona hvers konar stærðir þetta eru og hvernig þetta skiptist. Fjöllum svo ábyrgðarskuldbindingar, það er gert sérstaklega grein fyrir þeim í skýringum með ásetningi og við vekjum athygli stjórnenda jafnframt á skilyrðum í reglugerð með 12/2015 á þetta nú reyndir að vera, ég laga það til. Þar sem að sveitarfélögum ber að taka saman ábyrgð á skuldbindingaryfirlit og afgreiða samhliða síðar umræðu. Og við vekjum athygli stjórnenda á þessu. Nú við staðfestum hér líka jafnframt að framsetning ásetningi sé í samræmi við ásetningalög. Og þetta er nú svona fyrir hlutin af okkar yfirferð. Síðan taka við hér svona myndir og töflur sem er svona kannski sett fram í þeim tilgangi að svona dýpka skilning og svona menn geti glöggva sig betur á talnaefninu. Við byrjum á að sýna niðurstöðu í samanburði við fjárhagsáætlun, fyrst A-hluta og svo A- og B-hluta hér á blaðsíðu 22 og þá sjáum við að við erum annars vegar með upphaflega fjárhagsáætlun, svo fjárhagsáætlun með viðaukum og svo rauntölunar. Við sjáum það að fjárhagsáætlunin hún er að halda ágætlega okkar mati, það er að segja frá upphaflegri áætlun er útsvarið 1% undir, framlög jöfnunarsjóðs 7% yfir. Já, útsvar og fasteignagjöld, það er rétt. Rétt að glöggva það betur, sting því inn. Og svo aðrar tekjur eru hærri 14%. Laun og tengd gjöld eru 4% undir upphaflegri áætlun, sem er auðvitað okkar mati nokkuð vel að sé vikið. Breytingar á lífeyrisskuldbindingu auðvitað verulega umfram, þar sem menn voru að vænta við áætlunargerðina. En annar rekstrarkostnaður er svo 5% yfir upphaflegri áætlun. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 6% undir og það skýrist eins og fram hefur komið af verðlagsþróun. Viðaukar ársins, þeir höfðu engin áhrif á endanlega niðurstöðu þannig að sú rekstrarniðurstaða sem lagt var upp með í upphafi árs, hún hélt sér, þannig að 192 milljónir eru þarna samantekið. Nú, við tökum svo með sambærilegum hætti fjárfestingarnar og greinum þær og berum saman við upphaflega áætlun og áætlun með viðaukum og í töflunni vinstra megin er A-hlutin og svo er samantekið A og B í töflunni hægra megin. Þannig að áætlunar gerir ráð fyrir 613 milljóna króna fjárfestingu, reyndin urðu 425 og þetta er áætlanir sem voru samþykktar í desemberbyrjun 2015. Nú, við fjöllum svo bara um rekstrarreikning og efnahagsreikning og sjóðstreymi og við erum auðvitað búin að fara yfir þessar tölur hér, stingum inn skýringum, þannig að menn hafi þær svona eftir því sem við á. Nefnum hér á blaðsíðu 24 framlegð ársins, framlegðar hlutfall ársins eru 14%, samanborið við 11% á fyrra ári sem auðvitað er í takt við betri rekstur. Sama á við efnahagsreikninginn, þetta er nú skýringar sem hafa komið fram og líka hér á blaðsíðu 26, þannig ég ætla ekki að dvelja við þetta. Við fjöllum svo rekstur A- og B-hluta fyrirtækja, sérstaklega hér á blaðsíðum 29 og þar á eftir og ég kannski ætla ekki að fara djúpt í það, mér langar kannski bara á blaðsíðu 29 aðeins að svona nefna fasteignafélagið Lækjarhlíð. Það er
það félag, getum við sagt að lauk starfsemi á árinu 2016 og við fórum ágætlega yfir það hér á fyrra ári, hvernig áformin væru að fara með það félag. Það hefur raungerst. Félagið seldi eignasjóðnum með fasteigna sína á 900 milljónir, gerði upp vaskkvöð og raunverulega hætt vaskskyldri starfsemi, þannig að umsvifin öll þá komin inn í eignasjóð. Eftir stendur auðvitað þetta einkahlutafélag og það hefur auðvitað engin áhrif inn í ásetningina því að það í A-hlutanum bara eins og eignasjóðurinn og raunverulega sölu tap og annað sem reiknaðist við alla þessa gerninga, það nettast allt út og allt fært út í samstæðinu, þannig að þetta hefur engin áhrif á ásetning Mosfellsbæjar á árinu 2016. Þannig að það sé sagt. Eina raunverulega sem stendur eftir í þessu félagi skuld við aðalsjóð upp á 74 milljónir sem raunverulega eini efnahagur félagsins. Nú, B-hlutinn, það svo sem ekkert engar sérstakar ábendingar hvað hann varðar. Þið hafið auðvitað upplýsingar svo hann í þessari sundurliðanabók sem ég nefndi. Þar ásetningar allra þessara B-hluta fyrirtækja og stofnana og eins í þessu samstæði yfirliti sem við dreifðum hér á fundinu. Nú, við fjöllum svo það sem við köllum lykiltölur og fjárhagsáætlanir fyrir tímabilið 2017 til 20 og hér á blaðsíðu 32 förum við aðeins svona almennt yfir fjárhagsáætlanir og svona tilgang þeirra og meðferð viðauka og annað. Á blaðsíðu 33 erum við svo með þessa yfirlitsmynd sem við hefum nú farið yfir með ykkur. Það sem við geta svona glöggvað sig aðeins á raunverulega rauntölum 2015 og 16 og svo áætlunum 17 til 20 og við erum svona að draga fram svona þessar lykilstærðir okkar mati, þar að segja fyrir miðri mynd sjáum við veltu fyrir rekstri samkvæmt þjóðstreymi voru 688 milljónir á árinu 2015, eru 1100 milljónir ríflega 2016 og svo eru áætlunar að gera ráð fyrir því að þetta veltu fyrir verði á bilinu 950 milljónum og verði komið upp í tæpar 1300 milljónir í árslok 2020. Við drögum svo frá þessu afborganir langtíma skuldbindinga eins og við reiknum þær og það gert ráð fyrir áætlun að þær muni falla til sem eru þarna frá 761 miljón og svo fer þá upp í 830 2017 og svo komin í 780 miljónir 2020. Við tökum saman greiðslu afgang sem verður á öllum tímabilum og drögum hann svo saman og segjum að með við þetta gangi þetta eftir þá mun sveitarfélagið eiga 1160 miljónir raunverulega handbært fé til þess að standa undir fjárfestingu sínu. Þær eru svo teknar saman og áætlaðar fjárfestingar á tímabilinu eru þarna 2,8 milljarðar þannig að við segjum að það sé þá fjárþörf sem verður þá að fjármagna með langtíma skuldbindingum og áætlanir gerir auðvitað ráð fyrir því að það sé gert. Þannig að menn svona fái aðeins svona tilfinninguna fyrir hvernig svona samhengi þessara hluta og svona hver okkar mati svona aðalatriðin eru þessu. Við sjáum svo hvernig heildarskuldirnar koma til með að þróast, þannig að þó að sé auðvitað gert ráð fyrir lántökum þá eru auðvitað þær skuldir sem fyrir eru að greiðast niður frá ári til árs. Nú, svo hér á eftir eru svona þessar myndir sem við höfum nú verið í skýrslum okkar undanfarin ár og við setjum þær fram í sömu röð og ásetningunni sett fram. Við byrjum á svona rekstrar myndunum og svo eru efnahagsmyndirnar hér á eftir. Við tölum um 3 ára rekstrarjöfnuð og þetta eru auðvitað tengist líka sveitarstjórnarlögunum og þá eru við sveitarstjórnarlögin þau miða alltaf við A og B hlutan saman tekin. A hlutin hefur enga þýðingu hvað var það lögin en við setjum eins og fram báða hluta hér til glöggunar. Rekstrarjöfnuðurinn er 330 miljónir jákvæður fyrir samstæðuna árinu 2016 og svo gert ráð fyrir að hann muni verða verulega jákvæður á næstu ári. Nú framlegðin er 14% ríflega fyrir samstæðuna á árinu 2016 og það verið að gera ráð fyrir svona heldur hóflegri framlegð í áætlunum. Það byrjum 12 til 14% fyrir samstæðuna og 10 til 12% fyrir A-hlutan. Nú skuldir og skuldbindingar námu 11,2 milljörðum í árslok og gert ráð fyrir að það verði 11,6 í lok áætlunartímans. Nú skuldar hlutfall sem er svona einfaldara hlutfallið af þessum tveimur sem að sveitarstjórnarlögin kveða á það er að segja það er bara hreinar
heildarskuldir og skuldbindingar deilt með heildartekjum og það eru þarna 23% í árslok 2016 og gert ráð fyrir að það verði komið niður í 108% í lok áætlunartímans. En skuldaviðmiðið sem þá það viðmið sem þá búið að leiðrétta heildarskuldirnar fyrir ýmsum þáttum sem mælti fyrir í lögunum. Þar meðal skuld vegna hjúkrunarheimilis, það gert ráð fyrir að hún sé dregin frá heildarskuldum og sá hluti lífeyrisskuldbindinga sem kemur til greiðslu eftir 15 ár og síðar. Og rökin fyrir því eru þau að það sé það mikil óvissa varðandi endanlega fjárhæð, munum þykir rétt að horfa bara til 15 ára varðandi það. Og skuldahlutfallið skuldaviðmiðið segi ég í árslok 108% eða 109% tæp, 108,5%. Við voru 122 á fyrra ári og áætlun sem gerir svo ráð fyrir að það hækki eilítið á árinu 2017 og verði svo komið niður fyrir 100% á árinu 2020. Og í báðum þessum tilvikum eru viðmiðið 150%. Og eiginfjárhlutfallið 29% í árslok og gert ráð fyrir að það verði komið upp í 35% í lok áætlunartímans. Og svo hér bara svona ítarefni í lok skýrslunnar. Við fjöllum hérna aðeins svona nánar mikilvægið og mikilvægismörkin, ykkur til skýringar og endurskoðunarmismuni. Og svo í lokin setjum við fram upplýsingar þar sem okkur skylt að veita sveitarstjórnum eða bæjarstjórnum. Staðfestingarbréf stjórnenda verður undirritað við síðar umræðu með hefðbundnum hætti. Við skoðum sérstaklega viðskipti við tengda aðila og upplýsum eftir því sem við á og það eru skylduaðgerðir gagnvart sveitarstjórnarlögum. Við gerum grein fyrir veikleikum í innra eftirliti ef þeir eru til staðar og við höfum greint stjórnendur frá því að það er engir veikleikar sem eiga heima inn í þessari skýrslu en ábendingum hefur verið komið á framfæri bara eins og undanfarin ár. Við fyrirhugum að árita reikninginn með fyrirvaralausri áritum og við síðar umræðu ef ekkert kemur upp. Okkur ber að upplýsa grun eða sviksemi eða það að sveitarfélagið hafi ekki fylgt lögum og reglum og það hafi ekki komið nein slík tilvik upp og það staðfest hér með. Okkur ber að staðfesta óhæði endurskoðenda og það gert hér með og okkur ber að staðfesta að stjórnendur fylgi viðurkenndum reikningsskilaðferðum og við gerum þetta allt hér á þessari blaðsíðu. Svo hér í lokin bara fyrirvara sem svona aðeins tilgang skýrslunnar, takmarkanir á vinnu og takmarkanir á ábyrgð. Þannig að svona liggur þessi skýrsla fyrir og hún bara lögð fram til umræðu og menn geta þá spurt ef menn hafa spurningar hér eða sett sig í samband við mig milli umræðuna, þannig að það er allt opið í því. En öðru leyti þá bara þakka ég fyrir mig. Við þökkum Magnúsi og Anna Sigríður beðum orðið og svo Jón Jósef. Forseti, ég ætla að byrja því að þakka endurskoðendum fyrir fyrir greinargóða yfirferð og taka undir þakkir bæjarstjóra og forseta bæjarstjóra til starfsmanna bæjarins. Þetta er náttúrulega eins og gefur augulegð ánægjuleg niðurstaða á ársreikningi og en eins og kom fram í maí, ég held að það veri bæjarstjóri sem ræddi það að það náttúrulega stór hluti af því er lægri verðbætur heldur er gert að vera ráð fyrir og svo náttúrulega þessi byggingarréttar og gjöld sem eru einskiptisgjöld og eins og hér er komið greinlega fram að við eyðum þeim ekki einu sinni. Þetta eru miklar upplýsingar og ég tek endurskoðandann á orðinu og ætla að fá að leggjast aðeins yfir þetta og spyrja það betur á næsta fundi. Þó eru nokkur atriði sem ég langar til þess að spyrja hér. Eitt er þetta svokallaða sölutap vegna lækjarhliðum. Ég langar bara til þess að fá aðeins betri svona útskýring á því ef að það væri mögulegt í ekkert of flóknu máli. Síðan
kemur fram í skýrslunni sem vorum að fá í dag, endurskoðunarskýrslunni, þá kemur fram sem sagt á blaðsíðu 41 undir tengdum aðilum, þá komi ekki upp verulega atriði vegna tengdra aðila í endurskoðun okkar og ég las í einhverju sem lá fyrir fyrir fundin, ég er dálítið rugla á hvaða plagg er hvað í þessu, að þar var talað þetta, hún sagði hefði verið viðskipti við tengda aðila og þá langar mér bara til að fá upplýsingar hversu mörg tilvik voru það og voru það þá tengdir aðilar meðal kjörinna fulltrúa eða embættismanna bæjarins. Og svo er ein forvitnisspurning sem kemur hér fram á blaðsíðu 36 í ársreikningum sjálfum. Það er sem sagt undir fyrirsögn yfirlýsingu stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar. Þar kemur fram sem sagt það er verið að fjalla samsetningu bæjarstjórnar og nefndana og það kemur fram varðandi bæjarstjórnina. Það kemur sem sagt ef ég les með leyfi forseta, af því bæjarstjórnina varðar ræðst samsetning af röðun, framboðslista og niðurstöðum kosninga til sveitarstjórnar eins og eðlilegt þannig að það er ekki að ábyrgjast fullkomna skiptingu karlkyns og kvenkyns í bæjarstjórninni sjálfri. En svo kemur fram í framhaldinu, í bæjarstjórninni eru 5 fulltrúar karlar og 4 fulltrúar konur. Þar sitja nú fulltrúar með ólíkan bakgrunn og menntun. Og mig langar til að vita hvar endurskoðandi fékk þær upplýsingar bakgrunn og menntun bæjarfulltrúa, þess að ég gat ekki fundið þar á vefsíðu bæjarins. Ég ætla ekki að spyrja fleira núna, en bara ég segi aftur takk kærlega fyrir greinagóða yfirferð. Jón Jás, gjör svo vel. Þú safnir spurningunum saman bara. Mér þótti þetta mjög góðar athugasemdir hjá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar. Þannig að það er fylgst vel með. Og fékk ég þetta plagg bara fyrir fundin en ekki bara núna á fundinum, ekki fyrir fundin. En það er nokkur atriði sem ég langar að spyrja Eitt atriði varðar gagnsæi og það er blaðsíðu 14 í skýrslu endurskoðunarskýrslunni. Það kemur fram að óbein niðurfærsla annarra skammtímakrafna nam 16 milljónum. Þetta er náttúrulega ekki stór upphæð en þegar að kröfur eru felldar niður þá er það mitt álit að íbúar bæjarins eigi að fá að vita hjá hverjum þetta var gert og hvers vegna. Ef það kemur inn á einhverjar persónuverndar-upplýsingar þá bara samantekt, en ef þetta eru fyrirtæki þá er alveg sjálfsagt að birta það bara opinberlega eins og ég hef gert reyndar sjálfur. Ég hef ekki skammið fyrir. Það er annað Það var nú farið yfir lífeyrissjóðsskuldbindingar fullkomlega, þannig að ég þarf ekki að spyrja því. Ég rak augun í þetta geti breytt eða haft verulega áhrif á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins ef að þetta er tekið inn í reikningsskil. Ég meina að þetta þarf ekki að spyrja það. Ábyrgðarskuldbindingar er blaðsíðu 20 í skýrslu endurskoðandans. Þar er vekin athygli á reglugerð númer 212/2016 bókhald. Vakin athygli stjórnanda þessari skyldu sveitarfélagsins. Það finnst mér verið að gefa í skyn að það sé ekki farið eftir þessu.
Er það rétt sem er? Svo er það mál sem að ég hef alltaf minnst á þegar að farið yfir ásetninga sveitarfélagsins, og það er þessi árátta að bera saman áætlun með viðaukum. Fyrsta lagi er orðið viðauki, þó það komi fram í lögunum mjög villandi, vegna þess að yfirleitt er að fólk heyrir orðið viðauki, þá heldur það sé einhver viðauki við fjárhagsáætlunina gerð á sama tíma á fjárhagsáætluninni, en það er ekki. Þetta eru auka fjárveitingar eða endurskoðun á fjárhagsáætlun sem eru gerðar á þessu yfirstandandi ári, og þess vegna er mjög erfitt fyrir sveitarstjórnarmenn að bæjarfulltrúa að bera saman gæðin í fjárhagsáætluninni og svo niðurstöðuna, vegna þess að það er alltaf borið saman við áætlun með viðaukum. Nákvæmlega hvað áætlun með viðaukum þýðir er hins vegar ekki alveg ljóst, en hins vegar það er alveg fullkomlega ljóst að fjárhagsáætlunin, það sem kallað er upprunalega fjárhagsáætlun, það er plaggið sem við höfum að fara eftir. Það er, þegar við berum saman rauntölur og fjárhagsáætlun, upprunalega fjárhagsáætlun, þá getum við séð gæðin á fjárhagsáætluninni. Síðan finnst mér að þetta kom bara neðamáls hvað þetta gera til þess að breyta, og þegar að fjárhagsáætlunin breytt af yfirstandandi ári eða árinu sem að rekstur stendur yfir, þá á það að vera eitthvað sem er mjög brýnt eða aðkallandi, því að breyta fjárhagsáætlun á ekkert að vera neitt auðvelt. En að mínu mati ætti að bera saman upprunalega áætlun við rauntölur til þess að bæjarfulltrúar geti sinnt sínu starfi almennilega og séð gæðin á fjárhagsáætluninni. Við mátt okkur því að þessi áætlun með viðaukun gæti þess vegna hafa átt sér stað bara daginn áður en að ársreikningurinn er gerður. Það voru að bera saman ársreikning sem var gerður 31. einhversmánaðar og bera saman við reksturinn sem er rekstrarreikning og efnahagsreikning sem var gerður síðan rekstrarreikning sem var gerður daginn eftir. Hvaða gagn er því? Það sem ég langar að vita, hefur ykkur sérstaklega spurt hvort að við gætum haft þetta svona. Ég veit að það er minnst á þetta í sveitarstjórnarlögum, það sem er dæmi þetta, en þetta hins vegar auðveldar ekki bæjarfulltrúum starfið. Og ég hef óskað eftir því þessu verið breytt ítrekað, en það verður enginn séð ástæðu til þess að verða við því. Hér stendur líka og á mörgum blaðsíðum í skýrslu endurskoðandans, almennt er bent á mikilvægi vandaðra fjárhagsáætlanagerðar og eftirlits með þróun raunkostnaðar, en það er eitt áhrifaríkasta stjórntæki í rekstri sveitarfélaga. Og það er alveg sjálfsagt að fylgjast með því mánaðarlega eða 3 mánaðarlega, en þegar ársreikningur er gerður, þá þurfum við að fara til upprunalegu fjárhagsáætlunar, ekki fjárhagsáætluna með viðaukum. Og þessi ábending er á mörgum stöðum, þetta er á 3 blaðsíðum hjá endurskoðandanum. En til þess að verða við þessu eða til þess að sveitarstjórnarmenn geti lagt mat á vandaða fjárhagsgerð,
þurfum við að bera tölurnar saman við upprunalega áætlun. Já, ég óskaði eftir að fá yfirlit yfir þessa skammtíma skuldir sem voru niðurfelldar og það er eitt í viðbót hérna. Hér kemur fram að það er sem sagt, ég lesi þetta úr skýrslunni hérna. Samhliða vinnu okkar við endurskoðunina höfum við komið ábendingum okkar á framfæri við stjórnendur og starfsmenn sveitarfélagsins eftir því sem við hefur átt hverju sinni. Auk þess komum við ábendingum til bæjarstjóra í sérstakri skýrslu þar sem settar eru fram ábendingar varðandi innra eftirlit og önnur atriði sem tengjast vinnu okkar. Þessa skýrslu myndi ég vilja sjá. Annað er ekki í dag. Bryndís Kjósvöll. Forseti, ég ætla að taka undir þær þakkir sem að fram hafa verið færðar. Fyrst til endurskoðandans fyrir góða skýrslu og góða kynningu og svo til bæjarstjóra og stjórnenda hérna í sveitarfélaginu. Það er gott að sjá að hér hefur tekist að halda vel utan reksturinn og auðvitað gott til þess að sjá að við séum með meiri afgang heldur en áætlanir hefðu gert ráð fyrir. Það kemur sér einkar vel fyrir sveitarfélagi eins og Mosfellsbæ sem er í mikilli uppbyggingu og getur treyst því að þessi fjármunir verði nýttir í uppbyggingu innviða. En ég vil þó bara minna á að við megum auðvitað alls ekki halla okkur neitt ómikið aftur í stólunum og þurfum stöðugt auðvitað að huga að því að hér sé hagkvæmur rekstur og við fáum sem allra mest fyrir krónurnar, veitir sem besta þjónustu með sem minnstum tilkostnaði. Nú og svo sýnir þetta að við höfum svigrúm til að lækka álögur á bæjarbúa, líkt og við gerðum fyrir þetta fjárhagsár og vonandi ef að heldur áfram sem horfir að þá verður svigrúmið ennþá meira til þess. Síðar, ég nú ekki með neina beinar spurningar en það er gott að það séu 2 umræður þetta mikilvæga plagg. Það gefur okkur tækifæri til að lesa þessa skýrslu vel yfir og kann að þykja boðið að fá að senda einhverja spurningar í millitíðinni. En vil nú bara benda bæjarfulltrúa og félagi mínu Jóni Jósep á það er þó í þessari nýju útgáfu sem ég verði nú að viðurkenna að ég er svona smá íhaldsmanneskja, þá er endurskoðunarskýrslan núna sett fram með nýju formi og það gerir svona fólk sem er svolítið fast í forminu aðeins erfiðara fyrir, en það er allavega hér góður samanburður við áætlunina, annars vegar án og með viðaukum, út af því við ræddum þetta nú mikið á síðasta kjörtímabili, þannig að hér er góður samanburður á því. En ég hef þetta ekki lengra, bara þakka fyrir þetta. Fleiri sem vilja tjá sig áður en að Magnús svarar. Ef ekki þá gjör svo vel. Forseti, þakkir fyrir þessar spurningar. Ég vona nú að ég hafi náð þessu rétt niður, annars bara spyrjið þið aftur ef ég er að snuða eitthvað svar. Aðeins varandi sölu tapið hjá Lækjalíð og þá kannski eins og þið munið þá var söluverð eignarinnar þegar hún var seld frá Lækjalíð til eignarsjóðs 946 milljónir og það var miðað við fasteignamat. Það er að segja okkur þótti það heppilegasti mælikvarðinn, en það kannski ekki þekkt markaðsverð til á slíkri eign og fasteignamatið auðvitað í eðli sínu byggir á markaðsverði á svæðinu. Þannig að okkur þátti svona það vera gleggst í mælikvarðinn á svona verðmæti eignarinnar því að við þurftum auðvitað að setja eitthvað verð á hana við yfirfærsluna. Bókfærðarverðið sem verður auðvitað bara upphaflegt stofnverð frá sínum tíma sem hefur bara verið afskrifað í tíma. Það var hærra og þar leiðandi myndast þetta sölutapi upp á ríflega 100 milljón sem er bara fært í ársreikningi Lækjahlíðar og á samanskapi fært í eignarsjóði, en svo þegar samstæðan er sett saman þá er þessu viðskiptum raunverulega bara eitt út. Það er litið á þau eins og það hafa aldrei gerst af því að þetta er raunverulega út á við hefur raunverulega ekkert gerst. Þetta er bara tilfærsla innan samstæðan. Ástæðan fyrir að fasteignamatið var notað er þá einvörðingu bara svo að
þótti bara réttasti mælikvarðinn á viðskipti. Þannig að ég vona þetta skýri. Svo var þetta aðeins, annars var hins vegar sölutap á rekstrarfjármunum í eignasjóði og það voru bara viðskipti sem voru fyrir utan, en það var óveruleg fjárhæð, 11 milljónir, þannig að lunginn af þessu er þarna. Varðandi tengda aðila, þá er það auðvitað kannski bara svona misskilningur eða svona orðalag endurskoðandi en nú kannski þannig að þar segja menn aldrei hlutina að þeir séu algjörlega réttir, en bara það er engin tilvík eða ábendingar eða neitt á bak við það að við segjum að sé ekki verulegar. Það verður ekkert komið upp í okkar vinnu, þannig að þetta ég verði eiginlega bara að játa það að þetta er eiginlega bara svona staðla orðalag í þessum skýrslum okkar, þegar við segjum í þessum upplýsingum sem okkur er skylt að veita ekki hafa komið verulega atriði varðandi tengdaðal í endurskoðun okkar. Við getum sagt í tilfelli Mosfellsbæjar að það sé ekkert. Við skoðum auðvitað, og eins og þið þekkið, þið skrifið upp á upplýsingar til okkar þar sem menn tilgreina fjölskylduhagi og mögulega eignarhlut í félögum eitthvað slíkt, og við berum það, aðgerðin okkar raunverulega sú að við berum það sama við fjárhagsupplýsingar í bókhaldi sveitarfélagsins. Auðvitað er það þannig að menn geta átt í viðskiptum við sveitarfélagið, bæði verið í rekstri og bara ekkert við það aðtuga, en þetta er einfaldlega bara að skoða þannig að þetta sé bara á réttum og eðlilegum forsendum. Og það er gert og engar, ef að væri einhver athugasemdir varðandi þetta, þá erum við bæjarfulltrúar upplýstir það í þessari skýrslu. Þannig ég skal bara taka það á mig að þetta er kannski bara svona axlabanda orðalag, getum við kallað þetta. Varðandi ófjárhagslegu upplýsingarnar, þá kannski kom það ekki nógu svona glöggt fram í minni yfirferð að þetta fylgiskjal með ársreikningi er ekki endurskoðað, það er ekki hluti af okkar vinnu. Hins vegar ber stjórn að taka þetta saman og það er gert. Mögulega er þetta bara svona almennt orðalag, ég veit það ekki, en ég hef ekki ég staðfesti engar upplýsingar sem þetta koma fram, hvorki menntun eða annað. Hins vegar staðfestu við að þessar við erum upplýst reglugerð varðandi stjórnarhætti eða samþykki sveitarfélagsins. Það er auðvitað staðfest að þær séu til staðar, siðareglur sem er vísað í, það er allt hluti af okkar stjórnsýsluendurskoðun og er búið að staðfesta það, en svona kannski almennur upplýsingar og orðalag í þessu, þá er það ekki staðfest sérstaklega. En þetta er svona eins og sveitarfélögin hafa almennt verið að setja þetta fram. Þetta gæti verið vitleysa bara. Það gæti verið, staðan gæti verið svo að bakgrunnur bæjarfulltrúa væri mjög líkur og þeir væru ekki með ólíka menntun. Það gæti verið sko, en eins og ég segi, þetta er hluti af, þetta er sérst ekki endurskoðaðar upplýsingar. Það tekið fram í efnisyfirlitinu að þetta sé óendurskoðaðar fylgigögn með ásamningi og það er það bara beinaði til stjórnenda sveitarfélagsins að staðfesta það ef að bæjarfulltrúar vilja fá frekari staðfesting á því. Þannig að það sé sagt. Svo var aðeins rætt um niðurfærslu og kannski aðeins bara misskilningur þarna. Þetta er það sem við köllum óbeina niðurfærslu. Það er fært í varúðarreikning til að mæta mögulegu tapi. Rökin eða sem eru fyrir því að þetta er fært á niðurfærslureikning getur verið að kröfur eru orðnar gamlar eða óvissa innheimtur. Það getur verið ágreiningur kröfur og ýmsar ástæður fyrir því að menn færa í niðurfærslusjóð. Og hann nemur 16 milljónum í árslok og almennt er þetta svona, vilja menn vera með varfærnari nálgur á þetta. Þannig að menn leggja yfirlega heldur ríflegar í þennan sjóð en hitt. Þannig að menn sé ekki að sýna kröfur hærri en það raunverulega er. Þetta er þá sem menn telja fulla vissu fyrir því að muni innheimtast og þessi niðurfærslusjóður er svo dreginn frá. Endanlega tapaðar kröfur eða endanlega afskrift krafna, það er svo önnur aðgerð og þá eru þá kröfur færðar út úr bókum sveitarfélagsins ef það er slíkt. En það er búið að gera ráð fyrir að það muni mögulega tapast hlutdeild af þessu og iðulega er þetta svona almenn sjónarmið þess að það ráða, það er að segja kröfur sem eru vist gamlar fá vissa niðurfærslu, þannig að þetta er ekkert endilega tilvik fyrir tilvik. Ég færi kannski dýpra í það. Varðandi ábyrgða, skuldbindingar og þetta nýja yfirvöld sem kom inn í regluverkið á síðasta ári,
Það er engin meining í þessu gagnvart stjórnendum Mosfellsbæjar. Ég get þess að sagt að ég er nú víða að endurskoða sveitarfélög og svona almennt erum við nú að stilla þessum yfirleitum upp núna. Það var nú ákveðin óvissum svona hvernig formið á þess að þetta vera, en að mínum að er þetta bara ágætis yfirlit fyrir sveitarstjórnarmenn til þess að átta sig á svona þessum skuldbindingum sem eru ekki kannski færðar í bækur. Það getur verið samningar við íþrótt- og æskulýðsfélög fjárveitingar, það getur verið hitt og þetta, þannig að það er svona, við getum sagt að þetta er svona föðurleg ábending til og við erum með hana í okkar skýrslum bara almennt, þannig að hún er ekki sett fram að einhverju sérstöku tilefni hér. Skýrsla innra eftirlit, við höfum auðvitað rætt þetta býsna ítarlega og við bara verklagið okkar er þannig að við viljum geta komið ábendingum sem oft eru nú ekkert endilega mjög alvarlegar til stjórnenda og við gerum það í þessu skýrsluformi. Það er auðvitað bara ákvörðun stjórnenda svo hvernig með hvað hætti henni dreift og vilja sjá hana, en bara þannig að leggja áherslu á það að ef einhver tilvik eru uppi þar sem að við teljum ábendingarnar eiga erindi við bæjarstjórn, þá koma þar fram í þessar endurskoðun skýrslu okkar. Við eiginlega áskiljum okkur rétt til að geta sendt skýrslu til bæjarstjórn og stjórnenda með, við getum sagt, svona ábendingum og varðandi minniháttamál. Og það er bara svona praktískt mál í okkar vinnu. Þetta bæði við stjórnsýsluendurskoðunina og þar sem við köllum svona innra eftirlit og svona verklag hér innan hús. Og þetta er bara almennt svona í okkar vinnu. Síðasti punkturinn sem ég tók niður var svo varðandi áætlun með viðaukum. Þetta er auðvitað algjörlega réttmætt ábendinga. Almennt séð viljum við ekki að viðaukar, ekki frekar en endurskoðun áætlunar var hér á sín tíma áður en að viðaukarnir voru innleiddir, að það sé verið að vera að færa til bara fjárhagsrammann sem er lögð af stað með upphafi. Svona á árinu 2016 þá tel ég það nú ekki vera tilfelli hér. En þessar upplýsingar eru hins vegar aðgengilegar í ársreikningnum, í skýringum aftast í reikningnum eru yfirlit upphaflegar áætlanir bæði rekstrar og sjóðstreymis og svo viðauka til samanburðar. En auðvitað það þannig að áætlun með viðaukum sá fjárhagsrammi sem í gildi í árslok. Það er að segja, sveitarstjórn hefur þetta umboð til þess að samþykkja viðaukana. Ef hún gerir það, þá sýnum við fjárhagsrammann eins og hann í árslok og það er ástæðan fyrir því að við sýnum eða ásetningarlögin gerir ráð fyrir að menn sýni áætlun með viðaukum til samanburðar undir. Ég hef enga sérstaklega skoðun á því hvort það er rétt eða rangt, en það er bara regluverkið. Ég held að þetta hafi verið svona meira og minna það sem var spurt. Annars bara kem ég aftur upp. Takk fyrir mig. Jón Jósef Kjörsal. Já, það kom fram hjá endurskoðendum að sumt af því sem í skýrslunni er bara þar vegna þess að þeim finnst það ætti verið í skýrslunni staðhæfingar sem að kannski er ekki alveg góðar. Já, allavega þarf að ítreka það að það hefur ekki verið farið yfir þessa þætti eins og tengda aðil og þess háttar. Varðandi að miða fjárhagsáætlunina við miða ársreikningana við fjárhagsáætlun með viðaukum. Hann sagði að það eru reglur sem gilda. Það var eiginlega það síðasta sem hann sagði. Ég er ósammála því. Ég sé enga reglur sem að koma neinstað fram þar sem að sagt er að það eigi að bera saman fjárhagsáætlun með viðaukum við rauntölur. Og í rauninni ég er ekki að gagnrýna að fjárhagsáætlunin hafi ekki verið bara þrusu góð. Hún var það. Í samanburðinum má sjá það. En það er hins vegar ekki málið. Málið er að bæjarfulltrúar þurfa að geta metið gæði fjárhagsáætlunar á
á grundvelli upprunalegrar áætlunar. Það sem gerðist á árinu eru þá bara skýringar á því sem að þurfti að gera til þess að vegna þess að það voru einhverjir gallar í fjárhagsáætlunargerðinni. Eðlilega. Því að það ber að fara eftir þessar fjárhagsáætlun sem að gerði upprunalega. Og það er okkar starf hérna í bæjarstjórn að bera það saman. Ég held að sé engar reglur sem segja að það er bera saman þessar áætlunargerð við rauntölur. Ég veit að það er dæmi hjá innanríkisráðuneytinu það sem er sýnt svona, en til að bara gagnrúið saman. Ég get ekki ímynda með hver hefur gagnaði að bera þessar tvær tölur saman. Ég sé ekki alveg hver það ætti að vera sem að hefði gagnaði. Ég sé hins vegar að þeir sem eru að skoða ásetninga, þeir hafa verulegt gagnaði að bera hana saman við upprunalega áætlun. Síðan var með þessar 16 milljónir, já, með skýrslu sem að send bæjarstjóra. Ég legg til að bæjarstjóri leggja hana fram á bæjarstjórnarfundi. Annað var ekki það. Fleiri sem æskið þess að taka til máls? Ef ekki, þá er umræðum lokið. Ég ber þá upp þá tillögu að við samþykkjum að vísa ársreikningi til annarar umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar. Þeir sem samþykkja það kjósa og gefa merki. Takk fyrir, samþykkt með 9 atkvæðum. Þá gerum við fundarhlé. Við hefjum þá funda 9 og orðið er laust fundagerð bæjarráðs og það var svo mikið sem 1299. fundur og fundurinn var haldinn 23. mars. Orðið er laust. Má ég biðja forsetum að bíða augnablik? Eftir Bara ég komist inn. Já, svo ég veit hvort hann er gangið eftir máls eða ekki. Þetta er sem sagt 1299. fundur bæjarráðs sem haldið var 23. mars. Orðið er laust. Já, ef við mættum að laust augnablik í upphafi. Það verður fyrsta, annað og þriðja, eða hvað? Ef enginn kveður sér ljós, þá er umræðin lokið. Þeir sem staðfesta fundagerðina gjörðu svo að gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá tökum við fyrir fundagerð 1300. fundar bæjarráðs sem haldið var 30. mars. Orðið er laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér ljós, þá er umræðin lokið. Þeir sem samþykkja gjörðu svo að gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundagerð 523. fundar fjölskyldunefndar sem haldið var 28. mars. Orðið er laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér ljós, þá er umræðin lokið. Þeir sem samþykkja gjörðu svo að gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundagerð 337. fundar fræðslunefndar sem haldið var 29. mars. Orðið er laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér ljós, þá er umræðin lokið. Þeir sem samþykkja gjörðu svo að gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá er fundagerð 204. fundar menningarmálanefndar sem haldið var 28. mars. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér ljós, þá er umræðin lokið. Þeir sem samþykkja gjörðu svo að gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er það fundagerð 433. fundar skipulagsnefndar sem haldið var 27. mars. Orðið er laust og Bryndís hefur kvætt sér ljós og fær orðið. Gjörðu svo vel. Og það upplýsist að þetta er síðasta fundagerðin sem heitir staðfestingar meðan hún er að koma hér í pontu.
Já, forseti, mig langar að taka hér til máls og óska eftir því við bæjarstjórn að við breytum afgreiðslu í einu máli hjá skipulagsnefnd. Þannig mál með vexti í máli sem er númer 10 í fundargerðinni og ber heitið Skarhólabraut 1 slökkvistöð, skipting lóðar og nú mál sem að við þekkjum vel flest inni. Við höfum áður tekið hér til umræðu lýsingu, gert aðlögun á lýsingunni og lýsing á þessu verkefni hefur verið kynnt og nú í rauninni komið að því að breyta skipulagi vegna þessa. En við hlupum aðeins á okkur og í bókun og afgreiðslu skipulagsnefndar segir að nefndin samþykkja að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. En það hefði verið réttara svo öllum ferlum sé fylgt að þá hefðu við átt að ákveða að fela skipulagsfulltrúa annast forkynningu á tillögunni samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga og meðal annars boða til opins hús til kynningar á tillögunni fyrir almenningi, sem í rauninni bara skrefið sem átt að eiga sér stað áður en það fer í þetta formulega auglýsingarferli. Þannig að til þess að máli þurfi ekki að tefjast og við vísaði aftur inn í skipulagsnefnd sem ákveði þetta og við svo staðfesta að þá ætla ég að óska eftir því við bæjarstjórn að hún breyti afgreiðslu þessa máls í fundargerð skipulagsnefndar og að þarna verði niðurstaðan að fela skipulagsfulltrúa annast forkynningu á tillögunni samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga og meðal annars boða til opins hús til kynningar á tillögunni fyrir almenningi. Það upplýstist jafnframt að skipulagsfulltrúi búinn að senda út tölvupósta á alla fulltrúa í skipulagsnefnd og ég veit ekki til þess að nokkur hafi gert athugasemd við þetta og sem sagt þær fyrir okkar hér að leggja þetta til og ritari hefur jafnframt fengið þessar upplýsingar. Orðið laust, Jón Jósef, gjörðu svo vel. Er ekki rétt að senda þessa fundargerð þá bara aftur til nefndarinnar? Mér finnst að hún ætti að taka þessu ákvörðun eða bara þetta atriði. Er eitthvað sem liggur á? Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, kannski svo ég skýri það betur, ég skila þetta máli kannski svolítið nýtt fyrir Jóni Jósef en við höfum rætt þetta hér áður. Þetta snýr sem sagt að lóðinni hliðin á slökkvistöðinni þar sem áður stóð til að yrði byggð lögreglustöð. Og það er nú laust fyrir mörgum árum síðan að af því verður ekki. Þannig að þessi lóð hefur verið á aðalskipulagi sem stofnanarlóð. Og það er í rauninni búið að taka þá ákvörðun hér bæði skipulagsnefndar og bæjarstjórnar að breyta því á aðalskipulagi. Þannig að þarna verði verslunar- og þjónustulóð í staðinn sem bærinn getur þá boðið út og þarna getur vonandi eitthvað fyrirtæki reist starfsemi sína sem hugnast að vera staðsett á þessu stað. Ef að við vísum þessu aftur til nefndarinnar að þá frestast það að hægt sé að fara á stað með þessar kynningar og svo auglýsingar í kjölfari. Þannig að mér finnst þetta vera minniháttar mál og ég legg því til við bæjarstjórn að við samþykkjum það að breyta þessari afgreiðslu. Hún í rauninni bara felur það í sér að við erum að bakka hálft skref frá því sem skipulagsnefnd hafði verið ákveðið. Við erum alls ekki að fara fram yfir í ferlinu, heldur bakka og fylgja þá bara betur og rétt í rauninni þeim reglum og viðmiðum sem okkur hafa verið gefin frá skipulagsstofnunum í tengslum við það hvernig við útfærum svona breytingar á skipulagi. Þannig að ég legg það eindregið til að við samþykkjum þessa afgreiðslu. Ég get ekki trúað að hún verði með neinum hætti til vansa og eins og ég segi skipulagsnefnd hefur verið upplýst þetta og ég veit ekki til þess að hafi komið neinar athugasemdir frá nefndarmönnum í skipulagsnefnd þessa tillögu. Jón Jósef, gjörðu svo vel. Já, það er rétt, þetta er nýtt mál fyrir mér, ég þekki þetta ekki, þannig að ég óska eftir að málinu verið vísað aftur nefndarinnar formulega. Anna Sigríður og svo Bjarki. Forseti, ég var varamaður í skipulagsnefnd og fékk þar af leiðandi náttúrulega þennan póst þetta mál og eins og þetta horfið mér þá virðist nefndin bara aðeins hafa gleymt sér í ferlinu, bara einhvern veginn hafi gleymst þetta skref sem að samkvæmt regluverkinu á að taka. Þannig að
ég sé ekki alveg þó að auðvitað, þó að mér finnist í prinsipinu ef það eitthvað meira þetta mistök verða í nefndum eða eitthvað sem við erum ósátt við, þá eðlilegt að vísa aftur til nefndana, til umfjöllunar, en hvað varðar þetta mál, þá bara í raun og veru sem sagt að verða leiðrétta kúrsinn þannig að setja lögformlega inn ákvörðun skrefið sem átti að taka í stað þess skref sem að nefndin lagði til. Þannig að ég sé ekki alveg tilgangi með að senda þetta aftur í nefndina til þess að láta hana að gera aðra, sem sagt taka aðra ákvörðun og sérstaklega með vísan til þess að aðalmenn í skipulagsnefnd gerði ekki athugasemd við þessa fyrirætlan. Þannig ég styð það að við setjum inn þessa nýju bókun við málið. Bjarki Kjörsól. Já, fyrsti, ég vil bara taka undir það sem ég hefur sagt og rakið að það urðu hérna svona ákveðin mistök í skipulagsnefnd og fyrirhugað að leiðrétta þann kúrs. Bæjarstjórn hefur alveg fulla heimild til að gera það og þetta var kynnt fyrir fulltrúum í skipulagsnefnd, það gera engin athugasemd, þannig að ég tel það vera stysta leiðin og skynsamlegasta að bæjarstjórn ef hún samþykkt þessari tillögu að leiðrétta bókun skipulagsnefndar sem að byggir eiginlega bara á mistökum. Þá hefur bæjarstjórn alveg fulla heimild og til þess að breyta því. Ég tel það vera stystu og skynsamlegustu leiðina og ástæðulaust að vísa þessu aftur til skipulagsnefndar því þetta ekki þannig mál að þetta sé einhver ágreiningur innan skipulagsnefndar og enginn gerði athugasemd að þegar það var kynnt fyrir nefndarmönnum að þetta stæði til núna á þessum fundi. Þannig að ég tel það að rétt að við klárum þetta hérna á þessum fundi. Mér finnst varðandi afgreiðslu þessa máls að tillaga Bryndísar gangi lengra við það ef að hún fær samþykki að þá tillaga Jónsep þá fellur hún sjálft sig en að ef að hún ekki samþykkt að þá væri sú tillaga borin upp að vísa þessu aftur til nefndarinnar. En Jón Jósef gerir athugasemd við það en ég hef ekki fengið skriflega tillögu frá honum það að breytingatillögu við tillögu Bryndísar þetta. Þannig að það er á þeim grunni sem að ég er að gera þetta. Ef hann óskar eftir að fá fundarhlé til þess að senda skriflega tillögu þá verði ég við því. Já, ertu með skriflega tillögu frá Bryndísi? Já, hún er komin til ritara. Óskar eftir fundarhlé til þess að gera skriflega tillögu eða ekki? Nei, þú hlýtur að sjá það að mín tillaga gengur lengra. Já, eins og ég segi, ég hef ekki fengið skriflega tillögu og þeir... Tillaga gengur út og það vísum hann aftur til nefndarinnar. Og það hlýtur að vera eins langt og hægt að ganga. Þá gerum við fundarhlé og þú getur komið þá með skriflega tillögu. 9. Það liggur hér fyrir tillaga frá Jóni Jósep að vísa málinu aftur til nefndarinnar. Þeir sem samþykkja það kjósa og gefa merki. Takk fyrir og á móti. Tillagan er felld með 8 atkvæðum gegn 1. Þá ber ég upp tillögu Bryndísar að afgreiðslu nefndarinnar skipulagsnefndar verið breytt með þeim hætti að skipulagsfulltrúa verið falið annast forkynning á tillögunni samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga og boða til opins hús, meðal annars boða til opins hús til kynningar á tillögunni fyrir almenningi. Þeir sem samþykja þessa tillögu kjósa að gefa merki. Takk fyrir og á móti. Samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Þá er orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá er umræðan lokið. Þeir sem samþykja fundargerðina að öðru leyti kjósa að gefa merki. Takk fyrir, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerði til kynningar og þá er það fundargerð 307.
afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem haldið var 23. mars. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerð lögð fram. Þá tökum við fyrir fundargerð 17. afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa sem haldið var 28. mars. Orðið er laust. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerð lögð fram. Næst er fundargerð 440. fundar stjórnar SSH sem haldið var 7. mars. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið og fundargerð lögð fram. Næsta fundargerð er fundargerð 441. fundar stjórnar SSH sem haldið var 13. mars. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Umræðan lokið og fundargerð lögð fram. Þá er það fundargerð 372. stjórnarfundar Sorpu sem haldið var 24. mars. Orðið er laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðan lokið. Þá er fundargerðin lögð fram. Þá tökum við fyrir fundargerð 262. fundar stjórnar Sorpu sem haldið var 17. mars. Orðið er laust fundargerðina. Enginn kveður sér hljóðs. Fundargerðin lögð fram. Og að síðustu erum við með, næst síðasta fundargerðin er það. Það er 848. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var Hafsteinn, fundarstjóri. Já. Þú sagði fundargerð Sorpu og ég óska ekki eftir að taka til máls undir því en þú hefur væntanlega ætlað að lesa strætó. Þá hefði ég óska eftir að taka til máls. Mismælti ég mig. Já. Það var gott hjá mér. Ég veit ekki hvort það Þetta var var- með ráðum gert eða ekki. Herðin, ég hef flettið framhjá strætófundargerðinni. Ég held að það sé það sem að hafi gerst. Fyrir ekki. Last töluna sko. Last Sorpu tvisvar. Læsist, ég byrst forláts, ég mismælti mig og það var átt að vera fundargerð strætó frá 17. mars. Bryndís-Gjörsvæl. Það voru bara mismæla minni hálfu. Forseti, ég skal ekki taka þetta sérstaklega til mín en ég ætla auðvitað að halda uppi venjunni og taka til máls undir fundargerðum strætó til að upplýsa bæjarfulltrúa hér það sem þar er að fara fram. Í lið nr. 1 var fjallað leiðakerfi stefnu. Þetta er mál sem hefur nú ekki verið til umfjöllunar í töluverðan tíma hjá strætó en var það hér áður og ég hvet ykkur til að renna yfir þetta skjal sem er sent sem fylgiskjal með fundargerðinni. Og það reyndar kallast það í fundargerðinni sem sagt framtíðarsýn í aðlögun leiðakerfi strætó og borgarlínu og var sent hérna til sveitarfélagana og við fengum reyndar engar athugasemdir frá sveitarfélagunum en þetta lítur að þessari stefnu annars vegar að sko horfa til stoppleiðan eins og ég hef oft farið hér yfir mikilvægi þess að fá stoppustöðvar út á stoppleiðum þar sem að það hentar sérstaklega vel áherslur á rauðu dreglana eða forgangsreinar fyrir strætó og eflaust eitthvað örlítið fleira en þetta er allt mjög mikilvægt mál sem að strætó BS1 getur ekki unnið í heldur þarf alltaf að vinnast í samstarfi við sveitarfélögin. Nú í lið nr. 2 sem ber heiti vetnisumsókn að þar lá fyrir fundinum minnisblað frá Íslenskri nýorku sem hefur óskað eftir samstarfi strætó til að geta sótt í Evrópuverkefni þróun og prófun á vetnisvögnum og strætó er jákvætt fyrir því að því gefnu að það í því felist engar fjárhagslegar skuldbindingar fyrir strætó. Í lið nr. 3 er talað farþegatalningakerfið sem við höfum stundur rætt hér og loksins er það komið til þess til framkvæmda að nú eru rafrænar talningar í hluta vagnana og vagnarnir eru þá dreift á milli leiða þannig að við fáum rafrænar upplýsingar núna. Áður var þetta sem sagt handtalið einu svona ári og niðurstöður í þessu talningum er að sýna að þetta er mjög, ég held að gögnin sem við höfðum voru mjög góð en auðvitað er þetta miklu betur að geta haft þetta svona í rauntíma og yfir allt árið en ekki bara miðað við 1 mánuð á ári. En þarna er umræða það hvort að við eigum að fjárfesta enn frekar í þessum búnaði þannig að þetta verði í fleiri vögnum. Nú í lið nr. 4 sem ber heiti orkuskipti í almenningssamgöngum að þar vorum við með fulltrúa frá verkfræðistofnun Mannvit sem að við höfum ráðið til okkar til að fara
yfir möguleika í orkuskiptum og hvaða orkugjafi gæti nýst best, og þetta lítur nú kannski að áhugamáli forseta metan, nú eða rafmagn eða vetni, en ég hef lagt mikla áherslu á það inn í Strætó að það sé gerð fagleg úttekt á þessum þáttum, og þarna held ég að sé þá mjög mikilvægt að bæjarfulltrúar almennt eða kjörnir fulltrúar sem sagt á höfuðborgarsvæðinu fylgist með því þegar þetta kemur fram og taki þá umræðin það, því að þetta stundum verið svona ég ætla ekki að segja ágreiningur, en það hafa verið skiptar skoðanir hjá kjörnum fulltrúum eftir því hvort að þeir hafi sittið í stjórn Strætó eða Sorpu og þar af leiðandi haft tengsl við metanframleiðsluna. En þessi vinna sem sagt að fara á stað og það liggur ekki fyrir neinn tillaga í þessum efnum, en ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þessi vinna sé vönduð, og þegar einhver gögn liggi fyrir að hún fái sem víðtækasta kynningu og umræðu meðal kjörinna fulltrúa. Ég held að það sé mjög mikilvægt að ef að ákvarðanir eru teknar orkuskipti að þau séu tekinu svona tiltölulega góðri sátt milli kjörinna fulltrúa á höfuðborgarsvæðinu. Nú í lið númer 5 var aftur rætt húsnæðismál Strætó sem hafa verið til umræðu, það snýst það hvort að Strætó muni færa höfuðstöðvar sínar alfarið upp á Hestháls og fara úr húsnæðinu á Mjódd, þar sem Reykjavíkurborg hefur óskað eftir því að taka það yfir. Nú og svo kemur hann í lið númer 6, vagnakaupa útboð, kæra. Það hefur gjarnan verið hjá okkur slíkt, en þarna komst kærunefnd útboðsmála að því að hún tók sem sagt ekki afstöðu til málsins, þannig að þessi samningsgerð sem hafði verið í gangi, hún var stöðvuð stundarsakir, en sem sagt því var hafnað. Þannig að við getum haldið áfram samningsgerð við Yutong, sem eru sem sagt þeir aðilar sem komu lægstir út í líftímakostnaði við fjárfestingu á nýjum vögnum, en það ber líka að geta að það eru reyndar rafmagnsvagnar. Svo minni ég bara á mælaborðið sem yfir rekstur í janúar og febrúar, og út af því að við vorum nú að ræða hér áðan fjárhagsáætlun og fjárhagsupplýsingar sveitarfélagsins að þá minni ég bara á það að mér finnst þessi framsetning á þessu mælaborði vera svona býsna góð leið fyrir kjörina fulltrúa og stjórnarmenn til að setja sig inn í svona stöðuna í rekstrinum og þá mælikvarða sem að við höfum markað okkur í stjórn. Svona einföld, myndræn og góð leið til að fylgjast með þessu. Það er fleira, takk. Ekki að sjálfum mér orðið örstutt, fyrst að var vikið að þessu sérstaka áhugamáli mínu sem snýr fyrst og síðast að því að nefna það að áhugin gengur út á það og það kom ekki til þess að við förum að brenna þessu metani sem við erum að fara að framleiða þegar að gas- og jarðgerðarstöðin opnar, og við þurfum að koma þessu þá gasi í einhverja notkun, og það hefur verið svolítið í stoppi markaðssetningin á þessu efni eftir úrskurð Samkeppnisstofnunar, þannig að það hefur eiginlega verið stopp á kynningu á því, en við þurfum með einhverjum hætti að reyna að koma því til í notkun. En aftur á móti svo að það sé nefnt hér, þá hef ég aldrei verið talsmaður þess að það verði of stórt hlutfall vagnaflotans keyrður á metani, því að ég held að það sé ekki heppilegt ef að það verður einhver framleiðslubrestur, að þá verður þjónustubrestur hjá Strætó, og það hafa kannski ekki alltaf verið allir sáttur við þá afstöðu mína metanmegin, hugsa ég, en ég horfi á þetta þannig að það verði að gæta hófs í því, svo ég komi því á framfæri. En Jósef Gjörsson. Já, ég las þessar fundargerðir og mjög ánægður með að Strætó skuli vera á þessari leið. Ég held að þetta sé bara mjög gott mál. Forseti talaði hérna líka Sorpu. Þar held ég að sé líka góður hlutir í gangi, en það er alltaf sama vesenið með Sorpu. Það er þessi málaferli við Samkeppnisstofnun. Kjörnir fulltrúar og þeir sem sitja þarna í stjórnum gera sér gerðanlega grein fyrir því að hvað opinber rekstur innifelur. Það á ekki að vera neinum
þetta er samkeppni við hérna einkagerann, það er bara út í hött og það er málaferðið þarna í hver einustu fundargerð sem ég man eftir bara. Út af útboðum og út af því að Sorp er að gera eitthvað sem aðrir er að gera líka og það er bara leiðilegt að sjá þetta alltaf í fundargerðunum. Kannski minni á að við erum með fundargerð Strætó en ekki Sorpu til umsagnar. Ég bara vegna þess að þú myndist á þetta væni minn. Þú varst að minnast á hérna á metangerð. Strætó er ekki framlegin eftir metan mér vitanlega, þannig að þú varst þar Sorpu og þar að leiðandi minnist ég á Sorpu líka. En þessi mál þarna hjá Strætó að taka upp þessa vagna finnst við vera bara mjög áhugavert. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerð stjórnar Strætó, ef ekki þá umræðin lokið og fundargerðin lögð fram og biðst enn aftur velveringar á mismælinu. Þá það fundargerð 848. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitafélaga sem haldin var 24. mars, orðið laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá umræðin lokið og fundargerðin lögð fram og að lokum erum við hér með fundargerð 161. stjórnarfundar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins sem haldin var 24. mars einnig, orðið laust fundargerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá umræðum lokið, fundargerðin lögð fram. Ekki liggur fleira fyrir þessu fundi. Ég þakka fundarsettuna og segi fundi slitið.